atkvæðagreiðsla tillögu sem lagt var hér á fundinum rétt áðan til að borgarstjóra því að gera brjóstmynd af Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur verði vísað inn í menninga- og ferðamálasviðs. Tillögu sem borgarstjóri bar hér upp á fundinum að vísa henni inn í menningar- og ferðamálasviðs ráðsegi. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það vilja gefa merki. Einhver á móti, það telst því samþykkt samhljóma. Þá göngum við hress og kát að 3. dagskrárlið sem tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins tálþjálfun barna. Ég biðst afsökunar og óska ykkur eftir því að bóka síðustu tillögur. Áskil ykkur rétt til bókunar. Takk. Þá tekur fyrstu til máls borgarfulltrúi Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, nú æsast leikar. Leið og ég þakka fyrir ágæta en misskemmtilega umræðu listmun í borginni og í Ráðhúsinu, þá bíð ég spennt að heyra hvaða sniðuga hluti við getum rætt undir þessum lið. Ég veit að Sólveig Tómasdóttir borgarfulltrúi sérstaklega áfjáð að komast inn í umræðuna málþórskaröskun. Tillaga þessi sem við leggjum hér fram í dag hljómar tæknilega og jafnvel framandi og það akkúrat það sem það er. Tæknilegt, kerfislægt, flókin lagarammi, flókin óskýr farvegur. Og því miður til að losa kerfið þurfum við að tækla það eins og það er. Það þarf að brjóta upp munstur til að búa til nýjan farveg mála. Málþroskaröskun. Flestir telja að þetta vísi í svokallaða talgalla, en það aðeins hluti af vanda barna með málþroskaröskun og sá sýnilegasti og sá vandi sem raunverulega unnið mest og best með. Rauninni málþroskaröskun líka nafni við skort á orðaforða og takmarkaði setningaskipan hjá börnum. Röskun sem hefur bein áhrif á árangur barna í að umskrifa texta sem grundvöllur læsis. Röskun sem þyrfti að grípa sem fyrst inn í og leysa strax. Ég vil fá með leyfi forseta að deila með ykkur sýn foreldra á umrætt kerfi sem eiga unga stúlku á leikskólaaldri með þessa röskun. Foreldrarnir átta sig á tæplega 2 ára aldur að málþroski ekki kominn áleiðis eins og venja ætti að vera. Fyrsta skref að tala við heilsugæslu og við 2,5 árs þroskapróf hjá heilsugæslu kemur í ljós að barnið langt frá viðmiðum. Þó ekki nein úrræði í boði strax. Foreldrarnir sem eru meðvitaðir og hafa áhyggjur fara næst til barnalæknis og þá sótt beiðni til þroska- og hegðunarstöðva til frekari skoðunar og greininga. Biðtíminn þar núna ríflega hálft ár. Aftur, foreldrarnir sem eru sérstaklega meðvitaðir og áhyggjufullir höfðu tækifæri og fjármuni í þessu tilfelli til að fara beint til talmeinafræðings sem greindi alvarleika málsins og sýndi að barnið mældist 2 staðalfrávikum undir því sem eðlilegt gæti talist. Foreldrarnir unnu sem sagt strax með talmeinafræðingi en fengu svo greiningu eftir hálft ár frá þroska- og hegðunarstöð sem staðfesti fyrra mat. Þá fá fyrst foreldrar þau skilaboð að leikskólinn verði að sinna þessu, þó að snemmtæk íhlutun hafi sannarlega átt sér stað eins og Reykjavíkurborg vinnur. En þá fer barnið á biðlista eftir þjónustu talmeinafræðings. Biðin eftir talmeinafræðingi 1 ár, en 500 börn tæplega bíða á landsvísu. Öll eftirfylgni eftir að greining kemur fram segja foreldrarnir vera stopula. Sækja þar sérkennsluþjónustu og stuðning við fyrir barnið á leikskólanum og það ferli sem tekur nokkra vikur upp í mánuði að gangi í gegn. Tekið skal fram að leikskóli borgarinnar sem á í hlut í þessu dæmi fær gríðarlegt hrós fyrir snemmtæka íhlutun og hjálp, en því miður ekki nógu markvissa eða í takt við það sem talmeinafræðingur mælir með.
Samt sem áður segja talmeinafræðingar að leikskólastarfsmenn séu sérlega áhugasamir fræðslu og úrræði og eiga frumkvæði sem alveg einstakt tekið fram. Að því í auknum mæli að fara sjálfur á fund talmeinafræðinga til að vita meira til að geta hjálpað ákveðnum börnum. Þegar að þennan stað komið þá gefast margir foreldrar upp og bíða bara hreinlega eftir því að komast af biðlista talmeinafræðings til að fá hlutin í gang. Þar eru dýrmætir mánuður og jafnvel ár sem fara til spillis. Eftir talsverða pappírsvinnu og símtöl fær barnið kannski 2 klukkustundir á dag í stuðning og svo 4 þegar í ljós kemur að barnið sýnir ekki þróun. Þá eru umræddir foreldrar búnir að berjast við kerfin til að fá sem mesta og mögulega bestu þjónustu sem í boði. Í dag sitja umræddir foreldrar enn og eru í raun engu nær hvað það þýðir að barnið sé með verulega málhömlum. Enginn hjá ríkisvaldinu virðist halda utan málin eða bera ábyrgð á því hvað þjónustu barnið á að fá. Það verður í þessu samhengi að taka fram að þegar ég beðið þessa sýn á þjónustu við barnið frá ólíkum aðilum kemur glögglega í ljós að enginn í kerfinu að skipuleggja málin frá sjónarhorni barnsins. Allir eru að draga vagnin í einhverja átt en vagnin hreyfist ekki mikið. Allir vilja gera betur og laga og bylta en málið situr fast og barn missir dýrmæta mánuði. Það verður að koma skýrt fram hér að Reykjavíkurborg að reyna að mæta þessum vanda með sem bestum hætti og hægt er. Líklega eru of mörg börn vangreind hjá okkur í borginni en mikil umræða hefur verið lengi í rauninni tug ára að leysa betur vanda með málþroskavanda. Hindranir hafa verið fyrrgreind flækjustig auk þess sem skortur á talmeinafræðingum hefur háð okkur verulega. Í farvegi frá því í haust afar spennandi verkefni í Miðgarði í Grafarvogi þar sem talmeinafræðingar skima og fræða leik- og grunnskóla í hverfinu. Það verkefni til fyrirmyndar og ég býst við að önnur hverfi bíði átekt eftir árangurs- og áfangaskýrslum. Að mínu mati þó þarf að setja aukna áherslu á leikskólann enda snemmtæk íhlutun svo sannarlega aðalatriðið í sérkennslu sem þessari. Eins og 10. í greinargerðinni sem borgarfulltrúar hafa fengið, þá eiga börn og ungmenni að 18 ára aldri með málþroskavandamál rétt á því að fá þessa greiningu og meðferð. Lögin eru sem sagt skýr en framkvæmdin og úrræðin óskýr og foreldrar þurfa að vera í samskiptum við allt of margar stofnanir og meðferðaraðila. Eins og oft í heilbrigðiskerfinu þá enginn skilgreindur ábyrgðaraðili sem tryggir að barnið fái réttu þjónustuna. Og það alltaf vont þegar foreldrar með mismikla getu og þekkingu á stjórnsýslu komast betur áleiðis með mál barna sinna en aðrir. Málþroskavandamál hafa bein áhrif á læsi og agamál. Leiða má líkum að svo lestrarvandi sem upp kominn í skólakerfinu á landsvísu sé vegna ónógrar þjónustu við börn með málþroskaröskun og vangreiningar á þessu vandamáli. Komið hefur fram í ítarlegri skýrslu að greiningar á málþroskaröskun séu vangreindar, foreldrar séu ósáttir og telja þjónustu ónóga og að flækjustigið sé allt of hátt. Einnig kemur fram að leik- og grunnskólakennarar þurfa meiri fræðslu og markvissari námsmarkmið fyrir börnin. Reykjavík á fyrir hönd þessara barna að leita nýrra lausna. Mikilvægast af öllu að börn greind með þessa röskun fái þjónustu sem heildstæð og skipulögð þannig að allir sem standa barninu nærri geti unnið saman. Það gert með því að færa þjónustuna til skólana sjálfra inn í nærsamfélag barnsins. Núverandi ástand flókið, samstarfsaðilar sérþjónustu við barni tala ekki saman og foreldrar þurfa að taka mikinn tíma frá vinnu ef þeir geta það til þess að sinna skutli og fara á fundi. Greining þarf að auka færast neðar til að snemmtæk íhlutun virki enn betur. Reykjavíkurborg á að vera í fararbroddi og tryggja að börn með málþroskaröskun fái nauðsynlega og skilvirka þjónustu. Til þess að svo verði þarf þjónustu talmeinafræðinga sem nú fer fram á stofum þeirra út í bæ að færast inn í leik- og grunnskólana. Reykjavík ætti að semja við ríkisvaldið að samningar við talmeinafræðinga færist til borgarinnar. Talmeinafræðingar gætu áfram sem sjálfstæðir rekstraraðilar sinnt þjónustu við börnin í skólaumhverfinu og unnið þannig markmist með kennurunum okkar í skólanum verkefni á milli tímana.
Þannig skapast mikill ávinningur fyrir barnið en ekki síður fyrir kennarana sjálfa og skólann sem vinnur þannig markvissar að verkefnum hvers barns. Einnig gefist tími til að funda með teymi barns en í dag undantekning ef slík vinna fer fram. Talmeinafræðingar gætu líka stutt við ýmsa innleiðingarvinnu inn í skólunum eins og til dæmis auknar greiningar við yngri börn, allt frá 18 mánaða aldri. Við leggjum því til hér í dag eftirfarandi tillögu: borgarstjórn samþykkir að hefja samninga við ríkisvaldið að taka yfir í tilraunaskyni talþjálfun barna með það að markmiði að efla þjónustu við börn með málþroskaraskanir. Þá borgarfulltrúi Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir lokið máli sínu og næst tekur til máls borgarfulltrúi Oddný Sturludóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Hér ræðum við tillögu Sjálfstæðisflokksins málefni barna og unglinga með tal- og málþroskaröskun og ég ætla fyrir hönd Samfylkingarinnar og Bestaflokksins að þakka fyrir þessa tillögu. Hún ákaflega þörf og þetta þarft mál að ræða. Og það hefur líka mjög mikið verið rætt, bæði af góðu og vondu. Af góðu vegna þess að áhugi skólafólks og foreldra á því að koma betur til móts við þennan hóp barna hefur snar aukist. Við höfum líka yfir betri og fleiri rannsóknum og rannsóknarniðurstöðum að velja og þar af leiðandi hefur byggst upp ákveðin þekking og skilningur á síðustu árum og áratugum sem mjög mikilvægur. En þessi mál eru líka rædd vegna þess að ytra umhverfið og ramminn sem að tillöguflytjandi borgarfulltrúi Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir vék mjög ágætlega að í sínu tali. Hann ekki nógu góður og það má fara nokkuð langt aftur í tímann og það ætla ég ekki að gera. Það að segja rekja þessa sögu alla því hún löng og hún þreytandi. Og þetta eitt af þessum þrætu eplum sem eru beisk og súr og gera ekkert annað en að byggja upp mjög mikla togstreitu milli þeirra sem eiga þessi börn, þar að segja foreldrana og auðvitað þeirra sem vilja gera betur, þar að segja rekstraraðilana, sveitarfélagana og skólana. En fyrst og síðast þetta hörmulegt fyrir þessi börn og þá unglinga sem þurfa á þjónustu og þjálfun að halda. Hvað sem þessari deilu líður og ágreining það hver skal greiða, hversu lengi og fyrir hvað mörg skipti, þá ekkert það deilt að lagalega réttur barna og ungmenna með málþroska þrávik tryggður og samkvæmt lögum og reglugerðum eiga þau rétt á þessari þjónustu, bæði hjá sveitarfélögum og í heilbrigðiskerfinu. Og það stendur kannski hnífurinn í kúnni að málaflokkurinn heyrir ekki bara undir eitt ráðuneyti og sveitarfélög heldur undir 2 ráðuneyti og svo bæði undir ríki og sveitarfélög og það eru of margar stofnanir sem ég ætla ekki einu svona að byrja að telja upp hér sem bera sameiginlega ábyrgð á þjónustunni, eftirlitinu og stefnumótun. Og það athyglisvert að lesa prýðilega skýrslu sem var afar þarft verk að farið var í. Þetta skýrsla stöðu barna og ungmenna með tal- og málþroskaröskun sem var unnin fyrir mennta- og menningarmálaráðuneytið af síðustu ríkisstjórn. Það var rannsóknarstofa þroskamál og læsi sem vann þetta fyrir hönd menntamálanefndar Alþingis og hér ansi yfirgripsmikla skýrslu að ræða stöðu málaflokksins og leiðir til úrbóta. Og þar sést mjög glögglega í lokaorðum að við ekki nú ánægð með þetta eins og þetta í dag. Hér gríp ég niður, þar talað að kerfið sé of flókið, það ekki nægilega skilvirkt, það annar engan veginn því sem það þarf að gera. Hér talað langa biðlista, of margar opinberar stofnanir og stór auka þurfi fræðslu til fagfólks og foreldra málörvun og málþroska frávik. Það bendir flest til þess og það eru allir sammála að fjöldi barna með frávik í málþroska sé vangreindur og það á alveg sérstaklega við leikskólabörn, börn á leikskólaaldri. Og hér segir með leyfi forseta: skimun vegna frávika á málþroska barna á leikskólaaldri þarf að vera samvinnuverkefni heilbrigðis- og menntakerfis með forvarnarstarfi og snemmtæka íhlutun að leiðarljósi. Og ef þetta tryggt þá getum við raunverulega talað að lyfta grettistaki. Örstutt stöðuna í dag og hvað sveitarfélagið Reykjavík að gera, því það rétt sem tillöguflytjandi
koma að þar mikill vilji til þess að gera betur en þessi ágreiningur sem staðið hefur yfir svona óralengi, hann þvælist mjög fyrir okkur. Mér langar að tala aðeins þetta þróunarverkefni sem að leikskólar, og ég legg áherslu á það, leikskólar og grunnskólar í Grafarvogi tóku höndum saman og hófst nú í haust eða í upphafi skólaárs, í lok ágúst. Þar eru sem sagt bæði skólastigin, leik- og grunnskólar í Grafarvogi og Kjalarnesi sem tóku höndum saman að ráða talmeinafræðinga til þess að sinna ráðgjöf og greiningu og vinna með fólkinu á gólfinu sem stundum talað og það það sem svo mjög kallað eftir. Það að segja að þessi ráðgjöf verði eftir inni í skólastofunni og á leikskóladeildinni þar sem unnið með börnin á hverjum degi. Og það það sem skiptir máli. Þetta verkefni ekki búið að vera nógu lengi í gangi til þess að við getum fullyrt hér ágæti þess, en það lofar sannarlega góðu og algjörlega í anda þessara snemmtæku íhlutunar á leikskólastiginu sem að við styðjum öll og í anda þess að ráðgjöf sérfræðinga eigi að fara fram sem mest á vettvangi, þar sem að kennarar vinna með börnum á hverjum degi og annað starfsfólk. Þetta mikið framfaraskref, þetta verkefni, svipaverkefni farið af stað í Breiðholti með þátttöku allra grunnskólana 5 og 7 leikskóla. Það aðeins öðruvísi uppsett en hefur svipaða hugmyndafræði, það að segja að ráðgjöfin fari út í skólana og við í skóla- og frístundaráði munum fá svo fljótt sem unnt mat eða úttekt á því hvernig til tekst. Ef vel tekst til, sem að ég bind mikla vonir við, að þá gæti þetta verið mikið framfaraskref og fyrirmynd annarra hverfa að vinna svona. Vandinn hefur verið sá að stöðugildi talmeinafræðinga í grunnskólum þau hafa verið svo smá og ekki nógu burðug þar af leiðandi og þess vegna þetta verkefni í Grafarvogi mjög lofsvert því að þarna rúmlega 2 stöðugildi að ræða sem sinna þá heilu hverfi og eiga þetta mjög gott með að binda saman skólastigin og fylgja eftir framförum og stöðu barnanna úr leikskólanum yfir í grunnskólan. Þarna hefur skort á og allir sammála því. Aðeins meira þessa ágætu skýrslu sem gerð var fyrir menntamálanefnd Alþingis. Þar voru allir viðmælendur, hvort sem fagfólk, þar að segja kennara eða fólk úr sérfræðiþjónustu eða talmeinafræðinga sjálfa, hvort sem það var að ræða eða foreldra, voru allir sammála mikilvægi málaflokksins. Yfir 90% töldu brýnt að bæta þjónustu við börn með málþroskafrávik. Þar voru mikilvægustu liðirnir taldir upp þekking, þar að segja að auka þekkingu leik- og grunnskólakennara og að fjölga talmeinafræðingum og öðrum sérfræðingum og auka áherslu á fyrirbyggjandi starf og snemmtæka íhlutun. Og hér ég farin að endurtaka það sem tillöguflytjandi Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir vék að í sínu máli, en allt þetta mjög skýrt í þessari góðu úttekt sem gerð hefur verið. Allar rannsóknir síðustu ára staðfesta mikilvægi þess að markviss og snemmtæk íhlutun eigi sér stað hjá börnum, því fyrr, því betra. Börn með frávik í málþroska þurfa alltaf markvissari örvun frá fólki í sínu umhverfi og sérhæfðari þjálfun en önnur börn og eins og ég vék að hér í upphafi máls að þá hefur þekking á þessum frávikum og hvernig best sé að vinna með þau fleygt fram síðustu árin, ekki síst með íslenskum rannsóknum sem byggja á íslenskum veruleika. Þannig að við vitum að við getum haft mikil áhrif á máltöku barna og málþekkingu með markvissum aðgerðum. Ég vil fyrir hönd Bestaflokksins og Samfylkingarinnar mæla með því að tillögu Sjálfstæðisflokksins verði vísað inn í skóla- og frístundaráð til frekari umræðu og úrvinnslu. En með því ákveða veganesti héðan úr borgarstjórn að samtal við ráðuneytin sem tengjast málinu fari fram, að leiðir til aukinnar fræðslu til fagfólks og foreldra verði ræddar í því samhengi og að þáttur leikskólans verði enn stærri en hann í dag. Það kannski aðeins svo snemmt að segja til það hér og nú hvort að samningur beinlínis verði gerður við ráðuneytin, það verður að koma í ljós. En ég tel afar fýsilegt að skoða einhvers konar samstarfsverkefni, einhvers konar þróunarverkefni í anda þeirra sem eru nýfarin af stað í borginni, þar sem að við getum nýtt mikla þekkingu starfsfólks borgarinnar sem sinnir þessu mikilvæga þætti náms
og að hún verði þannig drifkraftur fyrir betri þjónustu við börn með tal- og málþroskaröskun. Þá hefur borgarfulltrúi Oddný Sturludóttir lokið máli sínu. Næstu tekur til máls borgarstjóri. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn. Ég þakka fyrir þetta svo mikilvæga og góða mál og umræðu það og ég þakka bara frummælanda tillögunnar fyrir þessa tillögu og málþroskasraskanir, við náttúrulega búum í samfélagi sem að er samfélag orðsins og bókstafsins og hins talaða máls og það til dæmis lagt mjög mikið upp úr því hér á landi að maður tali ekki bara rétt heldur gott mál og maður þarf að fallbeygja rétt og fara rétt með orð og ég hef tekið eftir því að til dæmis ef að fólk fer og það er náttúrulega ekki málþroskaraskanir að ræða heldur til dæmis sjáum við það til dæmis ef að fólk fer rangt með orðatiltæki eða málshætti í íslenskri umræðu þá verður það fólki mjög gjarnan einhvern veginn til háðungar og það er svolítið mikið gert úr því og mikil áhersla lögð á að við öll sem eitt tölum gott mál. Nú er það jú þannig að börn sem eru með málþroskasraskanir og ekki bara börn heldur fullorðnir líka verða til dæmis mjög gjarnan fyrir aðkasti, fá svona skaddada sjálfsímynd oft af því að það er eitthvað að í tali þeirra sem að verður til sífellds eineltis og til dæmis bara í svona grínhefð þessarar þjóðar af því að ég hef þó nokkra reynslu af henni og hef kynnt mér hana. Það er til dæmis mjög viðtekið grín, það er eftirhermugrín, það sem að hermt er eftir fólki sem að er til og þá er kannski sérstaklega ef það er með einhverjar málþroskasraskanir þá er hægt að herma eftir því á þann hátt og maður þarf ekki einu sinni að vera neitt sérstaklega góð eftirherma því að fólk veit hverjum þú ert að herma eftir ef þú líkir eftir málgalla viðkomandi. Þannig að og eins og ég segi, þetta á ekki einungis við börn, þetta á líka við fullorðna og við sjáum til dæmis núna í fréttum að utanríkisráðherrann okkar, hann á erfitt með að segja Kasakstan og það er verið að henda gaman að því og það er bara þannig, það geta ekki allir sagt Kasakstan. Það getur bara vafist fyrir mörgum að vera tungubrjótur. En þetta er gríðarlega mikilvægt vegna þess að það er svo mikil meðvitund málnotkunina og það er svo auðvelt og svo
samfélagslega réttlætanlegt að gagnrýna einhvern fyrir ranga málnotkun og tala nú ekki talgalla og þannig að það mjög gjarnan uppspretta aðkasts og eineltis. Margir þekkja það að hafa gengið í gegnum tímabil stöðugrar stríðni og áreitis og ofbeldis sökum talgalla eða málþroska raskana einhvern tímann á lífsleiðinni og oft þetta ekki einu sinni þetta ekki einu sinni sko alltaf meðvitað einu sinni. Fólk fer stundum sjálfkrafa að herma eftir einhverjum þegar það hittir hann eða segja eitthvað eins og hann segir og þannig að það til mjög mikils að vinna og mér finnst tillagan mjög góð og mjög þörf og ég þakka fyrir hana og ég fellst á málsmeðferðartillöguna að þessu sé vísað en sko það líka algjört aðalatriði varðandi og hef ég lært varðandi samstarf við ríkið að það sé tryggt í bak og fyrir því miður og því að ríkisvaldið oft mjög duglegt í að svona einhvern veginn koma sér hjá samkomulögum sem gerð eru, það að segja þegar að kemur að fjármagninu og þannig að ég tel að það í öllu samtali við ríkisvaldið að þá verði það að vera algjörlega skýrt að fjármagn sé tryggt til verkefnisins. Hvert svo sem að það verður. Við erum nú búin að standa í deilum við ríkið langan tíma, til dæmis út af sjúkraflutningum sem eru vanfjármagnaðir og ég held að í fjárlögum sem nú eru til umræðu sé ekki gert ráð fyrir fjármögnun og sjúkraflutningum og þannig að það er svona eitthvað sem ég myndi vilja flagga á að það sé gulltryggt þannig að við séum ekki að taka að okkur þjónustu sem á að vera fjármögnuð en svo þegar til kastana kemur það ekki. Þannig að mér finnst það svona mikilvægt en gott mál og hlakka til að heyra frekari umræður. Takk fyrir. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil byrja á að þakka borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins, borgarfulltrúi Þorbjörgu Helgu Vigfúsdóttur fyrir að setja þetta mál hér á dagskrá. Þetta mjög þarft mál og spennandi. Ég verð að viðurkenna að ég hafði svo sem ekki verið neitt sérstaklega spennt fyrir því að fara að ræða hér tæknilegar útfærslur á því hvernig við færum verkefni á milli ríkis og sveitarfélaga. En umræðan talmeinafræði og talkennslu engu að síður góð og mikilvæg. Ég sammála því að við eigum að vísa þessu, ég held að þetta sé sko jafn stór og umfangsmikil umræða og stóra styttumálið hérna áðan og verðskuldar aldeilis umræðu í skólafrístundaráði þar sem að sérfræðingar eru á þessu sviði og geta tekið svona aðeins meiri díalóg málið. Ég í rauninni bara með vangaveltur hér. Mér finnst mjög merkilegt að talkennsla hafi ekki farið, eða talþjálfun hafi ekki farið með skólunum til sveitarfélagana á sínum tíma.
og þar held ég að sko strax hafi eitthvað gerst sem var ekki af hinu góða. Ég held líka að það sé mjög umhugsunarvert og ekkert endilega sjálfsagt að talþjálfun og talmeinafræði sé hluti af heilbrigðiskerfinu. Ég gæti alveg eins og nú ég náttúrulega að tala eitthvað sem ég ekki sérfræðingur í og sérfræðingar hafa örugglega mjög góð rök fyrir því að þetta sé akkurat á þessu sviði og að þetta sé innan þessa geira innan háskólans, en mér finnst það samt pínlítið skrítið. Mér finnst skrítið að sérkennarar sem eru bæði inn á leikskólum og í grunnskólum og eru að kenna börnum aðstoða börn sem hafa einhverjar sérþarfir við að læra að lesa og við að læra og gera það sem að þarf, að við séum með sérstaka að það skuli vera bara alveg á allt öðru sviði og á allt öðru stjórnsýslustigi að kenna, hjálpa börnum að læra að tala. Það er mjög mikilvægt að, ég ætla ekki að rekja það neitt nánar hér, þær hafa gert það stöllur mínar, að fara yfir mikilvægi snemmtækrar íhlutunar og að inn á leikskólum sé fólk sem getur aðstoða börn og hjálpa þeim. Við þurfum bara, og ég held að það sé kannski ágætt skref, við bara förum í eitthvað tilraunaverkefni, tökum þetta yfir, en ég held að þetta krefjist miklu meiri og ítarlegri umræðu af sérfræðingum inni í skóla- og frístundaráði áður en að við getum, og jafnvel inn á sviðinu líka og mögulega einhverja starfshópa, ég veit það ekki, en ég held að við eigum að vísa þessu þangað og vonandi getum við tekið þetta yfir á endanum og gert það vel, betur heldur en nú er gert. Takk. Þá er borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu og mælendaskrá. Já, og þá er tekur næsti máls borgarfulltrúi Oddný Sturludóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, orð Sóleyjar Tómasdóttur borgarfulltrúa ráku mig inn á leitarvélina og því að ég hef alltaf staðið í þeirri meiningu að talmeinafræði eins og hún kennd sé þverfræðilegt fag og þannig það. Þannig að mér finnst brýnt að ausa úr þessari þekkingu hér sameiginlega yfir borgarstjórn að meistaranám í talmeinafræði og sem betur fer þá hefur umsóknum í þetta nám verið að fjölga og við eigum miklu fleiri talmeinafræðinga í dag en við höfum haft sem hefur líka skipt sköpum í þessari uppbyggingu sem við verðum að fara í og höfum verið í. Og námið er skipulagt sameiginlega af menntavísindarsviði, íslensku og menningadeild á hugvísindarsviði og læknadeild og sálfræðideild á heilbrigðisvísindarsviði. Og ég held að sé einmitt þessi þverfræðilega nálgun sem verður að koma til því að börn með tal- og málþroskaraskanir, þau eru ákaflega stóru rófi, þau eru ekki öll eins, þau þurfa mjög mismunandi þjónustu og það er mjög mikilvægt að þeir sem að sinna þessum málum séu með svona staðgóða þekkingu þverfræðilega til þess að geta komið sem best til móts við. Og er borgarfulltrúi Oddný Sturludóttir lokið máli sínu. Það er ekki fleiri hér á mælendalistanum. Hafa einhverju fleiri óska eftir því að taka til máls? Ef svo er ekki, þá er það borið upp að vísa tillögu Sjálfstæðisflokksins talþjálfun barna til skóla- og frístundasviðs. Ráð segir fyrirgeði, má bjóða borgarfulltrúa að ganga inn í borgarstjórnarsal. Velkomin. Það er nokkuð séns að ná í borgarfulltrúa Pál Hjaltason, hann myndi hjálpa okkur og keyra hlutina aðeins áfram. Ekki fara.
er lagt til að tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins talþjálfun barna sé vísað til skóla- og frístundasviðs til borgarfulltrúa ráðs, til borgarfulltrúa sem samþykkja það vilji gefa merki. Það telst samþykkt samhljóma. Þá göngum við